Innviðasjóður opinn samkeppnissjóður sem starfar samkvæmt lögum opinberan stuðning við vísindarannsóknir. Hlutverk sjóðsins að styðja við uppbyggingu rannsóknarinnviða á vegvísi. Rannsóknarinnviðir falla undir innviðasjóð og njóta verkefni á vegvísi forgang við úthlutun styrkja. Á vegvísi tilgreindir viðamiklir innviðir og innviðakjarnar sem uppfylla kröfur að styðja við gæði í rannsóknum og samræmist áherslum vísinda- og tækniráðs. Með því að skilgreina slíka kjarna og huga að uppbyggingu til framtíðar markmiðið að sækja fram og auka nýtingu og áhrif þeirra rannsóknarinnviða sem byggðir upp með styrkjum frá Innviðasjóði. Árið 2021 eftir samtal stjórnar Innviðasjóðs og vísindasamfélagsins var fyrsti vegvísir rannsóknarinnviði á Íslandi gefinn út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samvinnu við stjórn Innviðasjóðs og Rannís. Þau 6 verkefni sem valin voru á vegvísin eftirfarandi: efnagreining frá frumefnum til lífsameinda, efnavísinda og efnaverkfræðisetur, EPOS Ísland eða European Plate Observing System, frá sameindum til sniðlækninga, heildstæð aðstæða fyrir nútíma lífvísindi, íslenski rafrænir innviðir og miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Vegvísinn efnagreining frá frumefnum til lífsameinda miðar að því að bæta og auka aðgengi að hátækni efnagreiningar innviðum sem einn máttarstólpi í hagnýtum og grunnrannsóknum í líftækni, lífefnafræði, efnafræði, læknavísindum og skyldum greinum. Massagreinin nýtist til að greina smásameindir og prótein í lífsýnum. Jafnframt kemur hann með sérhæfðum búnaði, jónunarbúnaði, þannig að við getum framkvæmt myndgreiningu á vefjasýnum. Nú fram að þessu höfum við keypt margvíslegan dýran tækjabúnað, meðal annars massagreini, sem staðsettur á massagreiningarsetri heilbrigðisvísindasviðs við Háskóla Íslands. Doktorsverkefnið mitt gengur út á að skoða áhrif adrenalíns á bólgusvar í æðaþili og við höfum verið að nota nýja massagreinin til að greina heildarpróteinsjáningu í slíkum sýnum. En slík greining gerir okkur kleift að skoða tjáningu ákveðinna próteina sem við höfum verið að tengja við bólgusvar í æðaþili. Og stóri kosturinn við þessa aðferð sem við höfum verið að þróa svo að það mjög auðvelt að yfirfæra hana yfir á önnur rannsóknarverkefni og því tækifæri til samstarfsverkefna það hefur aukist til muna. Innviðasjóður kallar eftir umsóknum einu sinni á ári að hausti. Auk styrkja til vegvísaverkefna þá veitir sjóðurinn styrki til kaupa, uppbyggingar eða meiriháttar viðgerða á tækjum, gagnagrunnum, hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir framfarir í rannsóknum á Íslandi.